smá, já, já. Tjattið að sippa, tjattið að vinna, tjattið fokkin uppi, íspinn að gefa, bónusinn að lenda, allt að hitta. Tjattum upp þessi tenni, sippa bjór, gamla smá, íspinn já. Kemur, mætti fyrir smá bita, grafið það sem ég rita, forritni vilja vita, tjatti mæti með hita, það að spinna þessu shiti, bónusleikin á mitti, þetta geit massa fitti, wanna bónusin hitti, wanna bónusin hitti, hitti, wanna bónusin hitti, wanna bónusin hitti, wanna bónusin hitti, wanna bónusin hitti. Æja prís kemur meira, ég þarf vit í dag, en ekki að tapa meira. Búin að tapa þetta strax, whippaði bitch, whippaði bitch, 100x, já whippaði bitch, whippaði bitch, whippaði bitch, whippaði bitch, whippaði bitch, whippaði bitch, 100x, já whippaði bitch. Mér vantar ekki stelpu til að ríða, mér vantar stelpu til að njóta ásta með, ég ekki þekktur fyrir að bíða. Hún Tjatti lit. Já. Grafið það sem ég rita, forritni vilja vita, tjatti mæti með hita, það að spinna þessu shiti, bónusleikin á mitti, þetta geit massa fitti, wanna bónusin hitti, wanna bónusin hitti, wanna bónusin hitti, wanna bónusin hitti. Tjatti mig Petit tenni, tjatti mig, petit tenni, að sippa bjór og gamla smá, sippa bjór og gamla smá, já, já, tjatti að sippa, tjatti að vinna, tjatti fokkin uppi, íspinn að gefa, bónusinn að lenda, allt að hitta, tjattum upp þessi tenni. Grafið það sem ég rita, forritni vilja vita, tjatti mæti með hita, það að spinna þessu shiti, bónusleikin á mitti, þetta geit massa fitti, wanna bónusin hitti, 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 wanna bónusin hitti. Æja prís kemur meira, ég þarf vit í dag, en ekki að tapa meira. Búin að tapa þetta strax, whippaði bitch, whippaði bitch, whippaði bitch, 100x, já whippaði bitch, 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 100x, já whippaði bitch.
kaupa sjálf. Þetta alltaf létt, já. Þetta alltaf létt, já. Já, þá hreyfir þið neðan 100 grömm sem ég kaupa sjálf. Þetta alltaf létt, já. Þetta alltaf létt, já. Alltaf létt, já. Getur hvað sem þéttari. Púla upp á þig, ég þarf ekki kynna mig. Voru ekki sín í okkur, en það bara fortíðin. Fer enginn á móti okkur, 8-10-6 þegar fyrir þig. Tekur klukkan slag 3, erum bara að byrja. Ég og þessi strákar, fyrir minna spýt í klófana. Var að vakna við það, vera komin á annan stað. Sem að tala tal, en geta ekki staðist að. Já, þú hreyfir þig mjög vel 100 grömm sem ég kaupa sjálf. Þetta alltaf létt, já. Þetta alltaf létt, já. Já, þú hreyfir þig mjög vel 100 grömm sem ég kaupa sjálf. Þetta alltaf létt, já. Þetta alltaf létt, já. Vakið allan á, ég sé fallar á. Hún blöðar en hittir svo. Hún farða í allan á. Já, hún farða í allan á. Shit svo poppin. Hvað lifast upp á kók, líða taka tók. Lífið mitt bíó, lífið mitt bíó. Stór skjár og pía, wow. Hún 10, bara sick up in my homie. Chillin' bara cozy, minna kíka smá lífið. Það var gaman fólk tíminn, svo kemur eftir tíminn. Og við stingum að með þýðið. Já, þú hreyfir þig mjög vel 100 grömm sem ég kaupa sjálf. Þetta alltaf létt, já. Þetta alltaf létt, já. Já, þú hreyfir þig mjög vel 100 grömm sem ég kaupa sjálf. Þetta alltaf létt, já. Þetta alltaf létt, já. Bleachy on the beat. Inte så fucking miljoners, yeah. Så fucking fettigt, ekki hægt að tala við, yeah. Það engin fucking betri en ég, betri en við. Yeah, fucking gaman flex og setja á fucking leg. Inte så fucking miljoners, yeah. Så fettigt, ekki hægt að tala við, yeah. Það engin fucking betri en ég, betri en við. Bara gaman á flex og setja á fucking leg. 100.000 fucking milljónir, ja, ja. Og það fara allar inn á mig, wow. Allir að reyna að finna sig. Þarf að fá þig pillu bara til að skilja mig. Ég þetta bara til gamans, langar til að fara að taka hana með pillu í vasanum svaðar. Mig ekki hana, langar í aðra, 100.000 fucking milljónir, ja. 100.000 fucking milljónir, yeah. Så fucking fettigt, ekki hægt að tala við, yeah. Það engin fucking betri en ég, betri en við. Yeah, fucking gaman flex og setja á fucking leg. 100.000 fucking milljónir, yeah. Så fucking fettigt, ekki hægt að tala við, yeah. Það engin fucking betri en ég, betri en við. Yeah, fucking gaman flex og setja á fucking leg. Skamplistur í vasanum, hlæjandi bankanum. Á reikningi lokunum, bókin í flipunum. Eins og margtæmdur maður, ég það eina sem þeir glálum. Þetta endalausa blaður, hálsinn þurr eins og sandur. 100.000 milljónir, já þú veist ekki. Ungi strákur sem að elska láta vega sig. Úr á úlluðinu, gulli skart og demantar. Sjóðu geysi kartel upp á tórnum, meika það. 100.000 fucking milljónir, yeah. Så fucking fettigt, ekki hægt að tala við, yeah. Það engin fucking Ciao, benvenuti
flott mata hér. Já, þetta þitt spil. Ég er búinn að gefa skiptuna að segja. Já, tjátt, ég elskir ykkur. Ég er farin ykkur að sjammast með það. Ég sé ykkur á þriðjudaginn. Mwah, mwah, mwah. Las með Daniel, ég fór í lands með fucking Daniel. Las með Daniel, ég fór í lands með fucking Daniel. Las með Daniel, hann fucking splæst á mig, þurfti ekki að nýta 2 fyrir 1 tilboðið. Svo blandi manni, hann fór æsturinn, nóg til á þessu heimili. Að hann sé nýr í leiknum, ekki séns, skulla mömmu þinni heim á Mercedes-Benz. Kom frá Rússlandi, komrad, tala rússnesku í síman. Las með Daniel, ég fór í lands með fucking Daniel. Las með Daniel, ég fór í lands með fucking Daniel. Las með Daniel, ég fór í lands með fucking Daniel. Las með Daniel, ég fór í lands með fucking Daniel. Góða kvöldið. Hvað segir hann? Ég segi gott. Já, Binni, þú voru að kenna mér á þetta. Ég er að mæta þetta í fyrst sinn. Já. Þú er kannski veltið fyrir þér hvað ég geri í vinnunni? Já, ég hlusta á lögin stundum. Já, næs. Já, Ég heyri það stundum. þannig að það er svona eitthvað sem þú ert að gera. Þú ert eitthvað að framleiða. Já. Ég er að framlega og ég var líka svolítið að fatta sko að okkar vinnur eru mjög svipaðar núna. Já. Þú í frambúði, Já. framlega allskyns efni, leika. Ég var að leika á hann einhverju vídeói, bakkulut. Og þetta er nú bara keimlíkt, nákvæmlega því sem ég er að gera. Já, ég meina við þurfum báðir einhverja eftirspurn til þess að þetta make sense sem við erum að gera. Já. Þannig að við vonandi verður einhverja eftirspurn hérna. Hvað er að gera þetta chat hérna, Binni, núna? Herru, hérna er chatti sko. Já. Og þeir segja sko að ef þetta er chatti mitt, þá er chatti lit. Og Þetta er setning sem ég kannast við. Já. Ef þetta er chatti mitt, þá er chatti lit. Hvar fæ ég svona peysu, ef verið að spyrja? Já, þeir voru fljótur að selja þær upp í Valhöll en það er byrjað að taka pantanir. Jaha. Já, þeir eru byrjað að taka pantanir, þeir ætla að framleiða meira af þessu. Eigum við ekki að gefa eina árita? Já, ég er til. Við gefum eina árita svona, chat. Við gefum eina árita peysu eftir, við ætlum að gefa þið ætlaði að gefa iPhone. Þú ætlar að gefa iPhone. Það er ekkert annað. Nei, nýjasta iPhone síman. Já. Og við, hjá Rísbyn vildum ekki vera minni menn, þannig að við ætlum líka að gefa iPhone. Svona virkar þetta. Já. Og það er annar vinningur síðan, sem er exclusive. Nýi Reykjavík Roses gallinn. Hann sem að Afi Baddi var í myndatöku hjá. Já. Manstu ekki því? Jú, ég kannast Fór í Valsheimilið. Já. Og var í myndatöku. Já. Þeir eru að gera nýjan galla núna. Svona bleikur, mjög töff. Það er enginn síðan áður. Sjá hvort ég get ekki púlað upp myndaðan minna. Maggi, getur þú sendt hann á mig það? Fyrir hverju? Á gallanum sem við erum að fara að gefa. Og já, við erum með hérna er þetta. Ef við látum mig vita, ég geta bara verið í svona galla, sko. Og það er þetta ekkert að milli mála. Nei, satt, við höfum átt að retta því. Það veitir, þú ert ekki einu sjálfstæðismertsi. Nei, ég er bara sjálfstæðis maður. Ja, þú ert bara sjálfstæðis. Já. Flokkurinn. Það er svo... Pínu spurning í tjaldri, ég ætla að pínu hérna. Það er svo... Hvað er uppáhalds fiskitegundin þín? Til að borða? Já. Ég myndi segja ef ég væri á veitingastað og ég segi sólkola,
á matselum ég myndi panta sólkóla. Sólkóli. Já, það er þykvalúra, er svona gott, gilt íslenskt nafn, sólkóli, lemon soul á ensku, mjög góður. Minn er gullsporði. Gullsporði? Ok, það er annað nafn fyrir hvað? Sjálf, hjálpa þér. Gullsporði? Já. Come on. Ha? Jú, Yellowfish. Yellowfish, já. Sólkóli, ég meina, fullt af fólki borðar sólkóla. Þetta er nú eitthvað misskilningur að þetta sé fágætur fiskur. Það er kannski ekki mikið veitt af hann á Ísland, en hann er mjög flottur. Hann er ekkert ósvipaður í útliti og bara rauðspretta, en ekki saman fiskur. Ég reyna með Lions Mane. Já, ég hef prófað þetta. Þú hefur tekið töflu þar? Ég hef líka tekið svona dropa. Ok, þetta er alveg ógeðslegt, sko. Ég er ekki viss um að smaka þessa, svona. Viltu smaka þetta? Ég get smakað það. Ok. Þetta er ekkert eitur. Þetta er bara Lions Mane. Þetta er meinholt, sko. Já. Sko. Var það svona ógeðslegt sem þú smakaði þetta? Já, ég er ýmsu vanur. Já. En þegar ég var á þínum aldrei þá var mikið verið að nota ginseng í svona svipum tilgangi. Svona örva athygli og fá skerpu og gott fyrir námsmenn og fleira. Já, þetta á að vera svaka gott. Já, ég hef alveg fundið, þú veist, ég er skarpari lengur á daginn að taka eitthvað svona. Já, ég er sammála. Það er svo langt chat þeir að segja. Þetta er maður, það er svo stúpid dæmi í gangi í chatinu núna, sko. Já, ok. Tekurðu ashwagandha, Bjarni? Aldrei gert það. Nei. Ég hef verið að taka svolítið. Það er líka alveg svona, mér finnst þetta skemmtilegt að smaka svona nýtt ógeð. Eitthvað sem er alveg ógeðslegt en á alveg nýjan hátt. Já, þetta Svona spes ógeð, eins og þetta til dæmis. Þegar ég smakkaði þetta í fyrsta skipti, þá fekk ég svona smá sjokk, alveg já, þetta er svona nýtt ógeð. Það sama ashwagandha, sko. Þetta er svo sandur. Mixar þetta í vatn, drekkur þetta bara svo drekkur þetta sand, þetta er alveg ógeðslegt. En gerir alveg eitthvað gott fyrir þig, sko. Já, ég hef ekki prófað þetta. Nei. En ég hef tekið svona D-vitamin, það er líka bara fínt. Það er líka gamla góða D-vitamin. Það er bara sopa lýsi. Já, ég gerir það líka og ég fattaði daginn að ég var svo þreyttur. Ég fattaði bara, ég með algjörðan D-vitaminskort. Byrjaði bara að taka á fullu. Alveg meira en rálaðan dagskamt. Það er ekki sól maður verður að fá eitthvað af því. Já, 100%. Það er og vísbendingum að þurfi D-vitamin ef maður þreyttur. Mótmæki, af hverju virkar ekki kemur? Já, það verður að kveikja á því, maður. Heyrðu, hérna erum við með sjálfstæðis álfinn. Hann er mættur þarna. Já, sjálfstæðis álfurinn er mættur. Og hann er með lukkuhjól. Einmitt. En það var reyndar að koma góð spurning hérna úr chatinu, sé ég. Hvenær fær Brynjar sæti á lista? Ég þarf minn mann í ríkisstjórn. Já. Einbyttum okkur að þessum kosningum núna. Já, það er á seint að þessu sinni, sko. Já. Seint að þessu sinni. Já. En það væri auðvitað alveg, lay-up. Bind. Bind? Spurning. Já. Ég ætla að finna góða spurningar. Já. Heyrðu, er svolítið fastur núna á milli sjálfstæðis og miðflokksins. Já. Hvað getið þið gert betur en þeir, til dæmis í húsnæðismálum? Já, við erum auðvitað bara komnir af stað og við erum að vinna í málunum. Við erum að sjá verðbólguna koma niður á vextina sem er sko bara þrátt fyrir allt er það langstærsta einstaka hagsmunamálið að fólk geti tekið lán á betri vöxtum heldur en í dag, en síðan er það að auka framboðið og við ætlum að sjá til þess að sveitarfélögin séu með tilbúna lóðir fyrir nýjar íbúðir, þannig að við fáum aftur jafnvægi á milli framboðs og eftirspurnar. Það sem hefur gerst á markanum er að eftirspurnin hefur verið hér og framboðið hefur verið hér og það hefur leitt til þess að markaðsverðið var
hér kostnaðarverð íbúða langt undir. Þegar að kostnaðarverð íbúða er svona langt undir markaðsverðinu, þá er greinilega skortur á framboði. Og nú hef ég ekki mikið verið að lesa stefnu Miðflokksins, en ég bara veit það að okkar hugmyndir að fella niður tryggingagjaldið á fyrstu íbúðakaup, halda áfram með séreignarsparnaðarleiðina sem Sjálfstæðisflokkurinn barðist fyrir á sínum tíma og mun létta ungu fólki að standa í skilum og lækka þessa spennu á húsnæðismarkaðnum, auknu framboði, að halda fram baráttunum við verðbólguna þannig að vextirnir lækki. Þetta er bara það sem málið snýst um. Já. Já maður. Það er samfærandi. Er það ekki? Jú maður, allan daginn. Já. Það sem ég segja, við sjálfstæðismenn eru búin að gera góða hluti í þessu. Það gleymist alltaf. Já, við erum búin að fara í gegnum mjög erfiðan tíma eftir þetta COVID, en það er að komast í jafnvægi aftur á kerfið. Já. Ég byrjaði svolítið að stríma út af þessu COVID sko. Já. Svona smá, ég held að það hafi haft mjög mikil áhrif. Það var svona, það allt í einu ekkert að gera. Og svæpa öll gigg og allt út. Og svona byrjaði þetta svona. Það fættist þessi hugmynd. Vil Sjálfstæðisflokkurinn hækka laun kennara? Já, ég held bara við þurfum að gera okkur grein fyrir því að við þurfum á því að halda að kennarastarfið sé þannig eftirsóknarvert að við helst fáum fleiri umsóknir kennarastöður heldur en við höfum úr að spila. Og það mun tryggja auðvitað að við séum alltaf með hæfustu bestu kennarana. Kennarastarfið verður að vera eftirsóknarvert og þess vegna þurfa að nást samningar við kennara. Við þurfum líka að ræða það hvernig við náum meiri árangri. Við erum með menntastefnu. Ég hvet alla til að kynna sér inn á xg.is 21 atriði menntastefnu Sjálfstæðisflokksins sem er ætlað að tryggja við náum enn meiri árangri í skólastarfinu og auðvitað eru kennararnir algjör lykil þáttur í því. Svo það mætti byrja að hafa líka góða leikskóla. Já, það er bara hefur verið rosaleg áskorun að fá fólk inn á leikskólana sem er þar til lengri tíma. Já, ég var að byrja að kenna tungumál í leikskólum. Og að byrja að kenna spænsku í leikskóla. Maður var mættur í menntaskóla, maður var búinn að þú ert að læra spænsku. Já. Það er allt of seins. Já, hann sagði þetta við mig, Halldór, kennari minn í menntaskólanum Reykjavík, þegar vorum að byrja að læra þýsku. Þá var ég mitt svona 16 ára. Hann sagði, vitið þið það krakkar, sagði hann í fyrsta kennslutímanum. Besti tíminn til að læra tungumál er þegar maður er svona 3-5 ár. Já, einmitt. Þá á maður að byrja að læra. Þannig að það er bara heilmikið til í þessu þar. Já. Þannig að Maggi, erum við með eitthvað að drekka? Ég er með líkindess. Til það. Komst þú ekki með eitthvað? Já, en ég þarf að segja alveg bíl. En er álfurinn bara rólegur hann að? Herru, mér sýnist sjálfstæðisálfurinn vera alveg rólegur hann að. Hann er með lukkuhjólið. Já. Og það er gaman að sjá hann vegna þess að ég hef heyrt fólk segja að það trúi ekki á sjálfstæðisálfinn. Nei, það er náttúrulega synd, af því að ég hef snert hann. Já. Já, ég hef komið við hennan mann. Já. Þennan álf minna. Manns, álf. Já, það er eitthvað lore þarna sem við kannski getum farið dýpra út í. En hann er með Ég er bara að segja þetta er satt. Já. Ég er bara að segja, ég hef farið að síðan reyna að segja. Hann er með snúningshjól. Já. Og mér datt í hug að þegar við gefum fyrsta vinninginn að við verðum með spurningu og hann sem er fyrstur í chatinu til að svara fær að snúa þig. Já. Og nú ætla ég að mjúta mækina aðeins, ég ætla að byrja undir spurningu. Og chat, allir tilbúinir til að svara spurningu. Vinningarnir eru 2 iPhone símar, 9 Reykjavík Rósskallinn og 2 húfur með. Og spurningin hljómar svo. Chat, þurrki ennar bara ekki pjötunum. Hvenær var Ísland fullvalda?
Lengst til hægri. Hvað er það? Er það ekki lengst til hægri með það? Nei, það er 18. Já, 2018. 1918. 1918, first time in chat, nefnum að sjá hérna, Steven. Er það ekki Steven? Mótmaki. Hvað er ártalið sér? 44? Svarið er 1918. 1918. Steven 4340. Steven er með þetta, þá fær hann að snúa. Og Álfur, snúðu endilega hjólinu fyrir okkur. Kannski kemur það nær, eða er ekki hægt að zooma á þetta? Uss! Tæknin er með okkur í liði hér. Það er ríspinn. Aftur. Aftur. Mega. XD. Þá hérna... Það er bara... Veitu, hvernig... Eru þá komið með atkvæði hans? Já, nú er þú að kjósa sjálfstæðisflokksins. Það er nice, we got one. Já, þetta er vinningur fyrir hann. Ég skil að hann lítur að vera mjög glaður núna. En, Chad, spáðu þessu. Þú getur fengið síma, eða þú getur fengið hægri stjórn og grætt 1.000.000 fucking síma, veit það. Já, 100% Já, 100%. Já, maður. Let's go. Binnu það. Vel gert. Þá er komin tíma á næstu spurningu. Og hún hljóðar svo. Nú er ég að pæla að taka einu svona rapplór spurningu. Svona, hinn var svolítið svona miðað þér, spurningin. Já. Ég væri til einu svona miðað mér. Já. Og, hérna, ok, hérna, chat. Hvað er ég búinn að gefa út mörg lög á Spotify? Vá. Lil Binni challenge, Lil Binna bara Lil Binni. Það er ýmsar skoðanir á þessu máli. Allan 16 lög, ég skal bara tellja. Ég held að segja aftur það, Ég skal tellja þetta. Það er ekki bara á Spotify, sagðirðu? Jú. Það er eitthvað búinn að tellja þetta núna, sko. Já, það er eitthvað búinn að tella það núna, sko. Ég er bara að tjekka þetta náttúrulega. Chatti mæti með hita, sko. Það er hiti í chattinu, sko. Það er læti í chattinu, sko. Það er mörg, sko. Og eru að tala um bara Lil Binni, eða? Já. Bara Lil Ég Binni. til bara 11 því. 11? Nei. Nei, svo við, þetta er bara popular release. Já. Svo. Ok. 7. Það er verið að tellja það. Við erum með moddana í talningu. Fólk er alveg að segja mikið. Fólk er alveg að segja 32. Það er bara 32. I wish, sko. Ég er ekki nærri búinn að gefa 32 lögur á Lil Binni. Ég er bara 18 lög. 18 lög? Ég held þessu 16. 18. Skjálfast. 18, skjálfest. Og sé ég fyrir fyrstur að segja það. En það er náttúrulega með bæninni, sko. En það er bara lag líka. Það er bara allt sem búið að koma út. Mótmaki segir 18, þá er þetta 18. Það er Friðrik Smári. Ég sé það. Hörðu, þá er það sjálfstæðisálfurinn. Og það er annað atkvæði. Við erum að græða alltaf atkvæðin. Þetta er geggjaður leikur, ég er ánægður með þennan leik. Já. Næður. Þetta er við. Þetta er alltaf auðvelt. Þetta er bara að fá mig löngu í það frambúð, sko. Já. Þetta er magnað, maður.
Já. Herru, þá næsta spurning. Við erum með 2 síma til að gefa og nýja Reykjavík Roses skallan frá, Reykjavík Roses. Já, herru, þú mátt spyrja. Já. Hvaða ár var ég fyrst í framboði fyrir Sjálfstæðisflokk? Þú segir það. Það kom strax. Nei. Sóega Geir. Herru, það er komið. Pinna það. Þú er búinn að pinna það. Já, það var hann góður þessi með 1981 þarna. En ok, Já. Og þá, þá var ég 11 ára. já, þá förum við í sjálfstæðisálfinn. Snúðu fast, það er gott spinn. Hvað er þetta? Það er snúðu. Bónus. Það er bónus. Þannig að já, þetta er því ríspinn. Bónus er ríspinn. Spin it. Álfurinn dansar. Og það er álfurinn dansar, sjálfstæðisálfurinn. Já. Hey, let's go. Ég er að finna hennan. Það er að spila þetta lag, Dansa vel, með Flóna. Við erum alltaf með hitt-hjólið, digital-hjólið, þið viljið fara í það. Nei, sko, digital-hjólið er inn á þessu hjólið. Þegar þú fær vinning, er ekki 2 sneiðar vinningar á þessu? Jú. Dökkbláu eru vinningur og þá fær að snúa hjólinu hinnu. Og þar eru símar og galli. En þá, hvar fær maður þessa bláu XT-peysu? Þær eru að koma í sölu, við ætlum að gefa eina á eftir sem að verður árituð. Já. Það er þessi flóta, þú lítur á sátt með þessar. Já, það er vel hernaðar. Já. Hvað hefur að segja, það er hægt að hafa samband í Valhöll, já. Og það er önnur spurning, er hægt að bóka álfinn á viðburði? Því það er bara erfiðast að finna hann. Það er örugglega hægt að leggja pöntun í Valhöll. En ég finnst það líklegt að sé hægt að fá hann, sko. Já, hann kom bara, sko. Við pöntum hann ekkert, sko. Þannig, ég sá hann fyrst bara á svona stórum viðburði, sko. Já, það ekki? Jú. Já. Hann er, athyglisjúkur. Það var ekki bara það, hann kom bara fyrir athygli og það var eitthvað þreyttur á að enginn að trúa á sig. En, talandi storytime. Þá er það næsta spurning. Og það er ein spurning um chattunum reyndar. Ætlar þú að bæta samgöngubætur á Vestfjörðum? Já, við höfum gert heilmargt og þetta Dýrafjarðargöngin svona síðasta stóra framkvæmdin og svo Dynjandisheiðin framundan. Við erum að vinna í Teigsskógi og
og það tók auðvitað alltaf langan tíma að koma því verkefni á stað og má segja að það sem hefur verið að gerast á Suðurfjörðunum sé eitt stærsta samgönguátak í mjög langa tíma sem að ráðist hefur verið í þar, en við erum ekki búin, það verður haldið áfram. Það er gott. Það er mest að hafa góð samgöngur, annað það væri bara hættulegt. Og það er ein rosaleg spurning hérna úr chatinu. Hvernig séð þetta? Nei, Svona. það er ekki mikið sko. Hérna var ekki. Og gerðu það bara enn á. Það er ein spurning hérna, Bjarni. Það er ein svolítið góð spurning hérna. Hvað líkir það? Já, sérstakt, já, skil. Það er ein spurning hérna. Hvað þykir Bjarna greitt aðgengi erlendra stór iðnaðarfyrirtækja að byggja upp framleiðslu með íslenskum innviðum? Endar oftast með stórtapi lífeyrissjóða og ríkisniðurgreiðslu sem fær ekkert tilbaka. Dæmi: Silicor, Materials og Running Tide. Lofuðu að tæknin væri sannreynd en annað kom á daginn. Já, ég held reyndar að Running Tide hafi einmitt verið ennþá á tilraunastigi og það sem var gagnrýnt varðandi losun í hafið af kurli var tilraunaverkefni. Það var verið að reyna að sanna verkefnið og ekki mikið engin gríðarleg fjárfesting bak við það eða mjög stórt, en Silicor, það eru dæmi erlenda fjárfestingar sem hafa ekki heppnast, og þá er reyndar best að það séu þá uppistöðu til kannski erlend fjárfesting frekar heldur en innlend og frá lífeyrissjóðum sem að beri forgörðum. En ég held að við þurfum að beina sjónum okkar að því sem hefur tekist vel, og það sem hefur tekist vel eru fyrirtæki eins og Fjarðaál, og þetta álver í Straumsvík er gríðarlega vel heppnuð fjárfesting og breytti í raun og veru hagkerfinu á Íslandi á sínum tíma. Fyrsta stóra svona orkuframleiðslan á Íslandi. Grundartangi er að skapa gríðarleg verðmæti. Óbóðslega margir sem hafa störf í Grundartanga við fjölbreytta framleiðslu bæði í Norðuráli, í Jafnlendinu, og það eru fleiri hugmyndir þar að byggja upp iðnaðarstarfsemi. Þannig að ég held að við ættum ekki að vera hrædd við það að fá peninga utan til þess að skapa störf á Íslandi, en við höfum líka að sjálfsögðu að tryggja að fjármagn komi, áhættufé komi innanlands í spennandi útflutningsfyrirtæki. Og það er að gerast núna til dæmis í stórum stíl í landeldi sem er svona verið að þróa. Ég fann þegar ég las þessa spurningu og heyrði svarið að heilinn minn stækkaði. Gott. Þetta var geggjað. Ég vona að þetta hafi svarað spurningunni þinni, Stefán. En það er önnur spurning hérna, uppáhalds klöppduflag, og það er frá hérna Ferrari Aron, Aron Kristinn, a.k.a. Riz, eins og hann er betur þekktur sem núna. Já. Hann er þekktastur núna undir listamannanafninu a.k.a. Riz. Já. Sko, Fress alla daga er náttúrulega gott lag. Já, já. En ég verð samt að segja að lagið sem ég líklega spilað oftast, já, og var mikið spilað í veiðikofanum sem ég var að veiða með strákunum í sumar. Við fórum í sjóbirting og vorum að veiða sjóbirting og urriða og silung, bleikju. Þá hækkum við býsna oft í soundboxinu undir Fössar. Já, ok. Það var mikið, það er einfalt lag, einfaldur texti. Já. Við vorum 6 strákar í veiðihúsinu og Fössar hefur að spila talsveit oft. Það er gaman að heyra það. Já. Ég hef heyrt svolítið að fólk sé að tala bara Gimme Day núna. Já. Tala Fössar sem Gimme Day. Okay, já. It's Gimme Day already. Já. Clip that. Fössari er rosalegt lag. Chattið saman því. Herru, við ætlum að kúka hérna spurning núna og þeir þurfa ekkert að snúa þessu. Við ætlum að bypassa þetta hjól og við ætlum að fara beint í að gefa hjólið. Þannig að ég ætla að sýna ykkur hvernig það lítur út. Það er þetta frábæra hjól sem við kúkum upp hérna. Býtu... Mót Maggi. Hvar er það? Akkur er það ekki hérna lengur? X-u það. Sýtur það hér.
Nei, það er ekki hana. Þú að kóka nýtt eða? Þú er búinn að gera svo flott. Heyrðu, þetta lag, vorum við að ræða þetta lag daginn. Jú. Money for Nothing. Sjá. Þarna, hvað heitir þetta, Maggi? Bara save Save til hverju? bara í fæl. Mátt Maggi minn. Draga þér. En Hvað er að gera? við erum að fara að koma með spurningu fyrir chati. Okay. Þú voru að hugsa hérna góða núna. Að þessi spurning fer beint í vinning, sko. Þú fer beint í að snúa vinningshjólinu, sko. Já. Ok. Þú ert að hugsa spurningu? Já, ég er að hugsa spurningu, sko. Ég ætla að... Já. Þá erum við með... Já, hérna erum við með gjafaleikinn. Ég get sett það, sko... svona. En... Nice. Álfurinn er í góðum málum. Jára? Já, sérlega hann er það. Já, hann er að hvíla sig. Hann er að hvíla sig. Hann er að fara að spinna. Já. Ég held þessi góð með spurningu. Hún er svona... Hún verður íþróttatengt. Ok. Hún verður íþróttatengt. Ég fíla það. Og... Sjátt, hann sem að svara þessari spurningu rétt, hann er að fara beint hérna í þetta hjól. Og... Já. Ég held að við séum bara ready. Ok, ég ætla að spyrja því hvaða Íslendingur var fyrirliði Þýskalandsmeistara í knattspyrnu fyrir allnokkrum árum síðan. Þýskalandsmeistari í knattspyrnu og Íslendingur var fyrirliði. Fullt nafn. Þetta er komið þarna. Þetta er komið, er þetta ekki bara Já, þessi. Ásgeir Sigurvins? Dórsi Dansi. Þessi, já. Það er... Já, ég meina að þú veist, þið setja reglunar, það er auðvitað Ásgeir Sigurvinsson. Ég segja Ásgeir Sigurvins. Það sleppur. Eða maður segja sér fullt nafn eða? Bara rétt skrifa fullt nafn. Það er réttast heila. Ásgeir Sigurvinsson, hérna, Dósi Dansi. Nei, það ekki? Út svona hlýpilni. Ég meina, þetta eru auðvitað allt frábær svör hjá okkur og ég vona að þið munið eftir mér á laugardaginn, þannig ég ætla ekki að fara að fella neitt hérna í þessari hörðu keppni. Nei, auðvitað, ég meina, mér finnst betra svar að segja Ásgeir Sigurvinsson en auðvitað er maðurinn sem segir Ásgeir Sigurvins, hann gengur undir því nafni. Já, satt. Það er satt. Hann var líka á undan. Þannig að við tökum Emil Alfredo. Emil, ertu hérna með okkur? Ok. Emil Alfredo. Hann fara að snúa. Og það er respin. Og aftur, þetta er spennandi, hvort verður það? Reykjavík Rósis eða Sími? Og við snúum þess aftur. Spennan magnast. Þetta er bara eins og hjá Álfurinn. Já. Álfurinn er eitthvað með eitthvað... Hann er búinn að setja álög á það. Já, hann er búinn að setja álög á það. Hörru, til hamingju með þetta. Emil Alfredo. Þú mátt senda mér á Instagram og þú ert að fara að fá nýja galla
sem að þú getur séð hérna buxurnar, peysan og sokkar. Þú ert að fá þetta allt og þú ert að fá 2 húfur og hann segir bara hérna einfalt XD. We got one. Og já, til hamingju með þetta. Það er ekki slæmt að næla sér í nýjan Reykjavík Grósins galla fyrir veturinn. En þá, sko, XD takk fyrir góðsegja maður. Já, mér datt í hug að koma með eina spurningu. Nú eru bara 2 símar eftir. Og mér langaði svo að fá þig til að teikna fyrir mig. Já. Og hann sem er fyrstur í chatinu sem er að gíska á það, hann fær síma. Í boði Sjálfstæðisflokksins. Og síðan verður annar gjafleikur eftir til að gefa hinn síman. Þá erum við bara að verða frekar flottir. Já. Er alvörinn að fara að teikna það? Hver er að fara að teikna? Já, Ég? já, mynda það yfir. Já, ég er að fara að teikna, ok. Já. Og hvernig virkar þetta? Ætlið síðan að vera með kameruna á eða... Já, kameran er á. Klára ég alveg teikninguna áður en að kameran sér? Nei, þú byrjar bara að teikna og þá má gíska bara um leið þú byrjar að teikna. Já, já. Og ef þú, hérna... Pixel. Já, þetta er bara pixel. Ef við fáum rétt svar, hvað er það? Teikna. Þá, hérna... fær hann síma. Og fólk er byrjað að gíska bara, fólki. Nei. XD álfurinn. Ok. Ég var að nota þessa kameru hérna, kannski. Það var ekki þetta. Ég skýta hana. Sést ekki ná vel? Þannig að Petar nota þessa. Það er bara jólatré. Þannig það er... þessi myndar hérna ekki. Hérna, nei, hérna. Það er þessi, já. Já. Gerir þetta svona sko, ég er að möndla þetta. Já, svo get ég náttúrulega gert það bara sko að því ég er snillingur, þá náttúrulega bara ger ég það svona. Nei, það virkar ekki svona. Já. Mættir. Þannig að setja eitthvað Pictionary eða eitthvað í staðinn fyrir Media Moodboard. Já. Álfurinn strókar þetta út, sjálfstæðisálfurinn eru á fullu að stróka þetta út. Ok, erum við að keyra á það? Já, og... Við fórum að vita. Ok, chat. Er ekki hljóðu gott eða? Fyrir musíkinu allt eitthvað. Ok, let's go. Það má byrja að gíska. Súma þess inn eða? Það? Herru,
Fuck, þetta er að sko hrynja, chatið er á eldi sko, það er ekki það. Komið. Það er chatið logar sko. Úf, ég geti bara, ef einhver er með sko Mót Maggi er að grafa eftir þessu. Heldur hann að teikna það, Viti menn, Bjarni er bara segur í að teikna. Já, þetta er svona ekki glæsilegasta. Já, það er svona Hvað erum við að gera? Er þetta að gerast? Það er allt að gerast, sko. Ég sé þetta annars, sko, ég sé þetta annars. Það er heitt, sko. Það er svona fiskur. Aha, Já, þetta er komið, sko. það datt út. En fólk var líka bara að spamma. Bara allir fuglar bomba. Vá. En ég er með það sem ég held, sko. Ég var bara að negla hann að það. Ég sé þetta. Tja, þetta er vatn fyrir þá sem ekki vita. Mót Maggi, ertu búinn að búla upp hver Ég er valda? bara að ákveða. Það er bara einn fyrst. Ég er bara að ákveða hverju velda. Já, Mót Maggi, ég trúst þér. Það er Árni Gucci. Árni Gucci. Árni Gucci, ertu í chattinu hérna? Er Árni Gucci í chattinu? Árni Gucci er í tjátinu. Stórt, sælir, stórt. Árni Gucci til lukku. Viking Gangshi segir rigged, come on maður. Segð mér hvers vegna þú heldur að þetta er rigged. Ég hef ekki hugmynd hver Árni Gucci er. Og bara do my job. Já. Enda á því að ég fekk að velja. Já, það var bara það mikið að koma inn í chatti. Man ekki sagði að það dotti út sem kom fyrst. Er það ekki rétt? Jú. Þannig að þetta er bara, já, þetta er bara valid. Ég meina að skrollaði síðan bara what did sem var bara handball. Já, Ég veit ekki Árni Gucci er. nei, já, já, Árni Gucci, þú mátt senda mér á Instagram og til lukku. Já, þeir vilja vita hvernig, vorum við búin að segja hvert svarið var. Ég meina, þetta sá allir þetta var Lóa. Já, Ég var ánægður með eitt þarna sem sagði að þetta væri Heiðlóa, en Lóa er svo sem það sem við vorum búin að ákveða að væri svarið. Já, Heiðló, hann er nákvæmlega, hann er með, veit fuglana sína. Já, þú veit svona smá, svolítið mikið fróður fugla. Mér finnst gaman að þekka fugla í sundur svona sem að maður sér, Já, maður sér út í náttúrunni. Ég er gaman að því. það er geggjað, það er svona skemmtilegt að ferðast með einhverjum sem getur sagt að þetta er þessi fugl. Ég sá hegra daginn. Maður sér ekki átt hegra á Íslandi. Já, nú þarf ég bara að fara Google. Jú, wow, þessi hérna. Sástu þennan fugl? Já, chat, ég er að syngja það. Þegar talið að þetta hafi verið bláhegri sem ég sá. Annarkvort grá eða bláhegri. Hvar var hann? Hann var bara nálægt Vífilsstöðum í Garðabæ. Já, ok. Hann var bara þessi. Þessi bara? Leit, ekki alveg, komdu með gráhegra. Þetta er bláhæri svona. Já. Blue heron. Já, komdu með gráhegra. Gráhæri á. Svo þessir eru á appinu í Garðabænum. Já. Það er þessi sko. Þessi er rugglaður maður. Þetta er rugglaður. Þetta er rugglaður fugl. Já. Aldrei séð hann aðra á Íslandi. Nei. Gæti verið bara fyrsti gráhærin. Ég hef ekki... Nei, þeir sjást alveg af og til á Íslandi. Já, ok. Þeir eru komin djúpt í fuglamálinu. Já. Ég fekk bara þessa hugmynd að teikna fugl. Já. Ég var búinn að
segja að það kom fugl inn til mín. Og hvernig förum við vinningin núna? Já, við erum búin að gefa einn síma. Þetta var bara beitt sími. Já, þetta var beitt sími fyrir Pictionary og Rísbyrn ætla að gefa síma líka, þannig að vera 2 símar gefnir, við erum að fara að gefa annan. Og mér datt í huga, maður sjá, hvað er uppáhalds skyndibitin að spjarna? Ég verð að segja hamborgari. Það er ekkert sem að... Mér finnst það að vera merki góðan veitingastað sem að gerir... Ef að veitingastaður gerir vondan hamborgara þá er það bara ekki góður veitingastaður. Já. En svo hamborgari er besti skyndibiti minn. Ég fæ mér ekki hvernig hamborgari sem er, það verður að vera í lagi með hann. Já. Samanlega. Ég fíla góðan hamborgara, ég stekti hamborgara í 6 ár. Að atvinnu. Og vel mig geta gert fínan burger. Maður sjá. Og Bjarni, vinna ekki Man U Premier League 2026? 26? Jú, við hljóttum að vinna 26. Já. Maður sjá. Sko, þá ætlum við að gefa hinn síman. Getur ekki gert annað Maggi? Annað leikurinn sem allir settur skrifa upp á Maggi og... Nightbot. Ha? Það var bara Nightbot. Er það Nightbot? Ok, chat, næsti gjafaleikur er að koma. Hvað er uppáhalds lagið þitt, Bjarni? Það er svo uppáhalds, kannski stór spurning, en svona er eitthvað sem þú búin að vera að hlusta núna svolítið á í kosningabaráttunni, það er svona halda þær í góðu stuði. Já, ég var nú að segja frá því einhverju viðtal daginn, ég datt niður í að hlusta, sko, ég dett stundum í að hlusta á gamla plötur sem að ég hlustaði mikið á því ég var svona bara unglingur. Já. Og ein plata sem ég lengi hlusta á, en sett á Spotify og rúlaði gegnum daginn, það er bara hreinlega Led Zeppelin 2, það er rosaleg plata. Þú spila það? Ha, ég ætla að spila. Hvað, ég bara... Getur spilað... Hugmynd, það var ekki Geogear. Nei. Hvernig það? Þú var farið í Geogear? Ég er til það, sko. Eða líka Timegear, það bæði. Já. Á játóttum, það var Ísland. Það ferði í... Hérna? Nei. Nei, við þau. Já, skráði. Já. Nei, prófa að sletta þetta. Gerðu í. Hanna, þessi er bara. Þetta er. Já, hérna. Þessar rúla. Tökum einn timegear. Timegear sér stöð. Það er daily. Og hvar er álfurinn, spyr chatið? Álfurinn er hér. Hér er álfurinn. Hvar er það? Já, hérna erum við, já. Herðu. Hvernig kanntu við þetta lag? Þetta er geðallag. Þetta er eitthvað svona sem ég brendi á geisladiski kannan það. Herðu, í þessum leik hérna þá eigum við að gíska á hvar
þessi mynd er tekin og hvenær? Var í heiminum og hvaða ár? Já. Þessi er alveg svolítið erfið. Þessi mjög veit. Alltaf er ég ekki mikið svona vel að mér í sundi, en þetta er greinilega eitthvað sund. Það eru ólympíumerki á hettunum. Já, Þetta eru ólympíuleikar. Já. Og þetta getur verið þríþraut. Já, góð punktur. Og þetta ekki bara ólympíuleikarnir í sumar? Í Fraklandi, París. Sem var ekkert klúður og... París. En þetta er ekki einhvers þar í svona... Í Signu. Ég veit ekki hvað mann þetta er í ánni sko. Já, þú meina það? Að það sé bara einhvers þar hér þá? Já. Getur ekki bara ólympíuleikarnir í sumar? Jú, ég bara setja hérna. Já. Bara í miðjuna. Er þetta svona nákvæmt sem maður giskar á það? Já, en maður fæst alveg stig sko þótt þú ert Já, bara ok. svona svolítið nálægt. En Er þetta árið þarna, 1962? já, við ætlum að setja í ár. Já. Er það ekki... Jú, ég meina... Why not? Setja gískana? Já. Þetta er fullt hús. Þetta er spot on! Þetta er spot on! Þetta er 1 af 5. Já, chat, fá XD í chatið það. Hvað? Þetta var ekki derfið spurning. Nei, Eða svona. ég hef ekki verið með þetta sko. Það er honest, ég hef ekki verið með Ekstra þetta. átt. Hvað er þetta spot on, sagði? Ok, Zooma inn á minni. það er nóg XD í chatinu. Let's go. Viðreisn, segir einhver. Hvað með það? Eiginlega sko. Þetta er einhvern krakkur. Erum við með þetta? Beti, ég þarf að... Getum við ekki stækkað þig hérna? Þetta er nú ekki þetta. Tjá, þið með þetta? Amsterdam segir það, Amsterdam. Hvað er verið að teikna það? Er ekki bara eitthvað... Hvað er þetta? Þetta er eitthvað óafsagt. Ok. Þessi eru bílarna það. Hvernig bílar eru þetta? Þeir eru nú gamlir. Já. Þetta er alveg... Fólk er að segja sko... Fólk er að segja Amsterdam, Holland. Já, þetta getur verið síkin í Amsterdam. En... Veitu, þessi turn þarna. Já. Já. Jú, ég veit það ekki. Jó, menn Amsterdam er góð ágískun. 1940, 1930. Þessi turn þarna, hann ætti að... Þetta er magnaðar. Já. Og byrju... Já. Hvað stendur hérna á húsinu? Þetta er Fraklandi? Duchat. Það stendur Duchat. Já, þetta er bara upphafstað tjatsins. Já. Já, hérna byrjaði þessu húsi. Já, hérna byrjaði það. Við erum komin aftur á byrjunina. Já, þetta er tjatt. Duchat. Þetta er original. Fólk er að tala um 1961, segir fólk. Já. Fólk er að tala um París, Amsterdam. Ég fílaði Amsterdam. Sem gísk, ég verður að segja, ég hef ekki farið til Amsterdam. Jú, menn það er ágætt gísk, sko. Þakkaði fyrir. Guð hjálpa þér, segir þér. Þeir nærrið, þakkaði fyrir. Þetta var gíska. Chat. You got spot on.
Já. Það er eitthvað heimsmynd í gangi hérna. Já, herru, þetta Nei, og líka árið. Já, árið er spot on. Já. Og svæðið. Too easy. 3 eftir, rúlum þessu. Það er eitthvað 50.000 mest. Þeir eru komin í 19.767 á 2. Vá. Það er rosa. Það er næstu í fullkomni. Herru, þetta er greinilega eitthvað kalda The Space Race. Er þeirra hérna sviðsetta The Moon Landing? Hérna þeir voru að stagea Moon Landing. Já. Já, veitu, hver hangir í vírunum hérna? Já, það er náttúrulega þessi, já. Já. Þetta er NASA, þetta er Já. í Bandaríkjunum. Já, gæti verið bíómynd, en ég held að það sé samt. Við tala 1969 Virginia. Og tjattið, maður er alveg bara að horfa frá tjattið. Þeir geta farið að fengið saman við sko. Já, já. Já, þetta er í Ameríku. Þetta er NASA. Tala Houston. Hvað segir þú, mótmæki? Reyndu að finna fána á búrunum. Langley Research Mér Center. finnst þessum á rússalegir sko, en ég veit ekki. Rússalega stendur NASA á búrunum svo. Þetta er massa. Já. Já, það stendur hana. Þannig við. Já, já. Houston eða? Voru að segja það? Við erum ekkert að malla við þetta. Ekki galið. Ekki galið. Þá er það næst síðasti. Þetta er eitthvað, hvað, Afganistan eða? Þetta er Írak. Írak. Já. Þetta er Írak. Þannig að... Írak, Bagdad. Bagdad. 2 kílómetrar í Bagdad stendur hana. Er það ekki? Já, jú. Já, góða punktur. Þetta er bara ekki stað hérna hérna. Abu Ghraib. Já. Og... Erum við Ég árið? meina, er það ekki þannig? Er ekki verið að segja á þessu skilti þessu við séum ekki stanna á Bagdad? Jú, mér syns það. Já. Fólk er að tala 1991. Það er svo að skipta skoðanir, sko. 1909. Mega guess. Spot on, let's go. Síðasti. Er þetta ekki bara hana í hana... Þetta er ekki lítur út eins og í Ameríka, sko. Já, er þetta ekki bara aðal dæmið Ameríku? Já.
alltaf kalla þetta. Við erum góðir í þessu. Tja, þar hefur við það. Við erum ekki algalnir í þessu. En takk fyrir hjálpina, gaman að prófa þetta. Já, herru, hvað hefur Álfurinn mættur hérna. Álfurinn er mættur. Ég segi að við tökum eitt gjafleik og það verður gaman að fá eitthvað tengt Sjálfstæðisflokknum. Hvað Þarna er mættur álfurinn sko. það er Sæll. velkomin. Við ætlum eftir að gefa síma og við langar að hafa einhverja spurningu tengda Sjálfstæðisflokknum. Ég sé hérna að Sjálfstæðisflokkurinn er langfremsti jafnréttisflokkur á Íslandi. Við höfum átt fyrsta kvenkyns borgarstjóra sögunnar, fyrsta kvenkyns ráðherra sögunnar, yngstu kvenkyns ráðherra sögunnar og svo framvegis. Hvað er það ekki? Já. Það er einhverjar konur í chatinu? Hvað við viljum treysta, já, frelsismál. Þetta er eitthvað sem ég spáði svolítið í. Ég var að pæla sko, eitt í þessu sem mig varðaði, sem ég var að pæla í, sem ég tók eftir. Og ég veit ekki hvernig þetta er á Sjálfstæðisflokknum, ég er alveg að spyrja. Með eins og, afglæpavæða neysluskammta. Hvernig erum við að ég sá að Miðflokkurinn vill alls ekki afglæpavæða, er það bara sama hjá Sjálfstæðisflokknum? Þetta er opið það. Marianna eða eitthvað slúðis. Afnema einkaleyfi Afnema einkaleyfi ÁTVR til að selja áfengi. Já, tökum bara whatever, bara spyrjum út í þetta. Mér finnst að eitt sem ég myndi gera, eða ég mun gera ef það verður ekki búið að gera það einn daginn, ef að svo vill til að ég fyrir pólitík, það væri að gera það þannig að sé hægt að kaupa drykk niður í bæ án þess að það sé svona brjálæðislega dýrt. Það er eitthvað eins og með þetta, vegna þess að þetta er svona ríkið setur mjög mikið svona álagningu á hverja drykki og það verður til þess að það tímir enginn að kaupa sér áfengi niður í bæ, fer í ríkið, kaupir kannski rútu, klárar hana til þess að þurfa ekki að kaupa sér niður í bæ og það mæta allir bara svona viðbjóðslega fullir niður í bæ og það tímir enginn að kaupa sér drykk niður í bæ og það myndast eitthvað svona dark stemming, dark orka, chat, faktið þetta. Þar sem að allir er að reyna að hitta á eitthvað sweet spot með að vera ekki of fullur en samt nógu fullur þannig að ég geta klára jammið eiginlega á þess að kaupa sér drykk. Já. Það er eitthvað sem ég myndi gera, það er eitthvað sem ég myndi pæla í. En með því að afnema einkaleyfi til þess að selja áfengi, er það ekki ákveðin lausn í því? Já, sko, þetta er svona tveir svona aðeins skildir hlutir, sko. Annað er það hver má vera að stunda smásölu með áfengi og ég hef sagt að fyrir mitt leyti að ég hef ekkert á móti því að hér sé stundu netsala með áfengi sem er raunveruleikinn og ég held að sé
alveg gild rök fyrir því að ef að einhver getur selt í netverslun frá EES-svæðinu einhverjum útlöndum til Íslands að þá sé það í raun og veru bara orðið nokkurn veginn sami hlutur og netverslun innlendra aðila við viðskiptamenn á Íslandi. Þetta mál er einhvern veginn bara að gerast og þetta er bara raunveruleikinn í dag og það er synd að við höfum ekki náð að klára frumvörp þetta bara til þess að skýra reglurnar. Af því að það er ágreiningur nákvæmlega hvernig þetta lít út en síðan hitt sem þú ert að tala um sem eru skattarnir á þetta. Og það eru áfengisgjöld, þau eru sömu gjöldin leggjast á barnum eins og út í ADFR en það eru þetta leigan og launin og allt það sem að bætist ofan fyrir rekstraraðilana og við lækkuðum vaskinn á áfengi þannig að allur matur og all drykkir eru núna í 11% vaski en einu skattarnir sem eru á bjórnum sem fær út á bar eru þá áfengisgjöldin og vaskurinn og ég meina það væri hægt að draga úr áfengisgjöldum, þau eru mjög há á Íslandi og þau eru ekki bara á bjór, þau eru líka á sterka drykki og það myndi þá mögulega geta lækkað eitthvað áfengisverð á Íslandi en við þurfum bara að hafa það hugfast að barirnir eru að borga laun, þeir eru að borga og eru kvarta til dæmis undan því hvernig samið á vinnumarkaði á Íslandi. Þannig að einhver sem kemur að vinna á bar, til dæmis, sem föstudagsvakt er í skóla, hann byrjar beint á yfirvinnutaxta. Þó þetta sé fyrsti vinnutíminn í þeirri viku. Þetta eru veitingamenn mjög ósáttur við. Það finnst eins og samningarnir sem að vinnumarkaðurinn er að gera fyrir þá taka ekki tillit til þess að þeir þurfa að vera með allt öðruvísi samsetningu af mannskap hjá sér og svo er leigan auðvitað greiðlega há í bænum og þeir segja það við mig. Ég spurði ekkert að þessu, ég var nýkomin af bar á hóteli Nordica og ég tók eftir því að á þeim tíma, þetta er fyrir nokkrum árum síðan meira segja, þá kostaði bjórinn 1400 kall og ég var að benda á áfengisgjaldi væri 200 eitthvað og ég sagði, ekki er áfengisgjaldi, ég meina ég tæki 50% af áfengisgjaldinu þá verður það 100 eitthvað kall. Það gerir bjórinn ekki ódýran, sko. Þannig að við þurfum að átta okkur á því hvað er á bakvið þessa verðlagningu. Þetta er ekki bara skattar en rétt hins vegar að skattarnir eru háir. Já. Nú er ég bara svona hugsa sem var bara að pælda sem svona hinn almenni neytandi. Þetta er eitthvað sem ég pældi oft í. Mér fannst að þetta gerir svo miklu betri stemmingu og ég held að fólk svona drekki svona kannski meira jafnar þá yfir kannski á miðvikudegi eða bara eitthvað fara eitthvað í smábjór í staðinn fyrir bara að keyra sig niður helgar. Þetta er bara svolítið svo eitt sem við gerðum, við tókum, við lækkuðum áfengisgjöldin helming fyrir litlu brugghúsin. Það held ég að ég hitti strák á Vestfjörðum í dag sem er með brugghúsar, Galdur og Hólmavík og rakst á hann þar þegar ég fór á bensinstöðina í kaupfélagið og þar sagði hann við bara hreinlega ef við hefðum ekki lækkað áfengisgjöldin á brugghúsin litlu helming þá væri hans brugghús ekki lengur á lífi. Þannig að það hefur hjálpað brugghúsunum að minnsta kosti að lifa af. En ég sé að menn eru svolítið spenntir fyrir alvinum á tjattinu. Það er svona margir sem að vilja fá hann meira inn í þetta game. Já, við getum verið með eina spurningu fyrir Álfinn á chatinu. Ef chatið vil fá að vita eitthvað meira sjálfstæðis Álfinn, kannski margir sem að voru ekki að trúa á hann, en hér er hann. Álfurinn er hér og ef þú ætlaði að spyrja hann eitthvað þá er það núna. Ef þú fengir að eyða heilum degi í að ræða við einn einstakling í heiminum, lifandi eða látinn, hver væri það og hvað myndir þú vilja læra? Já, þetta er náttúrulega mjög stór spurning, það er erfitt að segja. Það eru margir merkilegir sem að hafa... Já, myndir kannski skrifa bara nokkur nefn á hjólið hérna? Já, alltaf ekki, ég myndi fara þá leið. Já. Ég meina, væri ekki gaman að hitta einhverja af hetjónum sem við lesum í Íslendingasögunum
sjá Jú, klálega, þetta er mjög gott svar. Sjá þessar Þetta er mjög kempur. gott svar, já, Ha. 100%. Egil Skallagrímsson, Já, hann sá ég að rauksa, sko. já, Grettir eða Já, Gunnar frá Hlíðarenda. ef Hvernig var að hitta bara Gunnar frá Hlíðarenda og Einmitt. fá hann í mat? Já, það væri mjög gott, þetta er mjög gott svar. Þetta er mjög gott svar. Bara, kannski getur maður fengið að sjá hann bara þegar hann er hann eitthvað upp á hæðinni, bara eitthvað að berjast eða eitthvað. Getur maður fengið að sjá það, má maður hitta hann þá þegar hann er bara in action. Já. Og hérna er eitthvað sem segir Binni 2028. Já, þetta eru kostningar 2028. Já, Það er að peppa þig. bara segja. Já. En hérna, hvað einn hlutur í íslenskum stjórnmálum vildið þú að fólk skilji betur en gerir ekki? Úff, já, ég myndi, ég hef svolítið verið að tala um það undanfarið að hérna, mér finnst fólk vanmeta það hvað er snúið að koma saman ríkisstjórn, tryggja flokka og mæta væntingum allar sinna kjósenda. Ég ætla samt ekki að nota þetta sem svarið mitt. Nei. Af því að það sem ég hef verið að hugsa svolítið um og mér finnst fólk tengja við, það er að hérna, þegar þú ert ráðherra í ráðuneyti sem að kannski starfa í margir tugir eða 100 manns eins og var til dæmis í fjármálaráðuneytinu hjá mér, svona í kringum 100 manns að vinna þar og í stofnununum öllum, mörg 100 manns og þú kemur inn og þú ætlar að taka stjórn og þú ætlar að fara að láta sem sagt þín stefnumál koma fram í gegnum bæði verklag og áherslur og þingmál og annað. Þá er erfitt að gera það á Íslandi í samanburði við það sem víða annars staðar gerist. Þegar að sko í öðrum löndum þá bara kemur heill vinnuhópur með þér inn í ráðuneytinu. Það bara fer alveg heilt stjórnendalag út úr ráðuneytinu og kemur nýtt þegar skiptir ríkisstjórn. Já. Og ég held að fólk ofmeti oft á tíðum það hvað ráðherrann í raun og veru þarf gríðarlega mikinn stuðning frá sínum nánustu samstarfsmönnum í ráðuneytinu til þess að koma öllum sínum verkefnum fram. Og ef það er fyrirstæð í kerfunum, inn í stofnununum eða eitthvað staðar í því umhverfi sem hann þarf að breyta, þá getur hann lent í algjörum vandræðum og hann situr upp með alla ábyrgðina. Þannig að ef eitthvað er, þá myndi ég segja að við þurfum að gefa íslensku stjórnmálamönnum stærra tækifæri eða meiri verkfæri og tól til þess virkilega að ná árangrinum sem fólk ætlast til þess að þú náir. Þegar fólk kýs þig vegna svo ætlar að gera ákveðna hluti. Og þá mögum við ekki síðan næst segja, af hverju þarftu 2 aðstoðarmenn? Já, ég er að stjórna kerfi sem er með mörg 100 manns. Er það eitthvað stór málagi sem er 2 aðstoðarmenn? Ég held að það væri bara miklu eðlilegri, ég væri með 10 manns, það færi ykkur aðrir 10 út. Þá getum við tekið stjórn. Já. Þetta er svona eitt atriði sem mér finnst margir ekki skilja. Já, þetta er svona talsveit meira intense heldur en eins og þegar þú vinnur í Bandaríkjunum og bara kemur með hóp og Já, þessi tónist stað. Sendiherrann á Íslandi mun örugglega hætta núna vegna þess að það er komið ný ríkisstjórn, þá bara skiptum alla sendiherrann í öllum sendiráðum alls staðar. En ekki bara það, heldur við verið að hreinsa út í öllu embættismannakerfinu, í öllum ráðuneytum, skrifstofum og stofnunum út allt í Bandaríkjunum og kerfið verður hálflamað þar til að Trump hefur tekið við. Já, sko, mér finnst alltaf, sko, að minni upplifun svona í kringum mig og að fólk skilur, alltaf svona í kringum mig og svona maður er að ræða fólk að fólk getur skilið svona æsifréttirnar og svona það sem getur læst tönnunum í er eitthvað svona sem er mjög auðvelt að eitthvað svona skilja og svo eitthvað svona þegar maður fyrir að tala um allir voru ósáttir með bara allt bara og þá bara bara vextir eitthvað svona og svo bara hvað er þetta að gera betur hvað myndir þú gera? Ég veit ekki, það er dýrt að köpa íbúð og það er bara honum að kenna það er bara maður bara þetta alveg hlæðir alveg sammála þetta er svona
og þá var bara svo fattur bara svona 90% af fólkinu sem maður tala við, þá snýst þetta bara eitthvað æsifrætt og allt eitthvað svona... Já, en ég verð líka að segja bara, mér finnst að fólk, ég skil bara... Og ekki það að ég sé svona sérfróður, en ég er bara alltaf tilbúinn að læra og svo tala ég við kannski fólk og svona. Já, en þú veist, stundum þarf þetta ekkert að vera mikið flóknar þetta. Fólk vil bara vexti sér í lagi, sér ekki að rúka upp og fara niður og svona og ég skil vel að margir svo ósáttu við það. Og mér finnst líka hlutverk okkar stjórnmálamanna sé ekki að vera alltaf að vasast í öllum hlutum hjá fólki, heldur frekar bara að reyna að sjá til þess að það geti bara að lifa sínu lífi og svo vera alltaf að pæla í hvað stjórnmálinn eiga að gera. Og við eigum heldur ekki að vera að skapa andrúmsloft þar sem að allt það sem er gott í þínu lífi á að koma frá stjórnmálamönnunum. Við eigum ekki að vera upphafið og endir að þinni lífshamingju, stjórnmálinn. Við eigum bara að sjá til þess að hlutirnir fúnkeri, þú fáir þá þjónustu sem þú þarft. Og við getum greitt götuðina þannig að þú getur gert það í lífinu sem þú vilt. Það er svona frelsiseðlið í Sjálfstæðisflokknum. Frelsi einstaklingsins til þess að bara vera til og lifa og dafna á sínum forsendum. Já, ég mynd þarna, já, ég er sammála, þetta er ekki flóknar það, en svo svona, allir voða ósáttir en ekki með endilega hugmynd hvernig þetta gera betur og svo kannski ef maður fer að skoða hvað er búið að vera að gera og svona, já ok, þetta er alveg bara mjög fína pælingar. Sumir, er að segja Lil Binny Vice, Bjarni 2008 er forsetan, Lil Binny Vice. Vice President? Já, þetta er ekkert að galnasta sem ég heyrt, sko. En allir ekkert spurði álfina? Jú, nú er komið að spurningu til álfsins. Það er komið svo mikið að spurningum hérna. Spurði hann með nikótínpúðana. Já, hvar er þetta? Ég sé þennan álf með púða, sko. Hvar er spurningum með nikótínpúðana? Það var einhver að spyrja hana hvað skatta spurning eitthvað. Það er aðeins neðar, sko, þetta var bara rétt á hann. Aðeins neðar, sko. Hversu ósammála ertu skattlagningu framsóknar manna á nikótínpúðum? Það er svarið? Já. Mjög. Alveg eins og með áfengi. Já, bara þú ert með svona eitthvað álfa, svona heyrist minna. Svona álfahúði yfir munninum. Þú ert með álfahúði yfir munninum, þannig að þú er að koma nær. Þarna er þetta orðið bara aðrir flokkar á móti Sjálfstæðisflokknum í því að vilja ákveða hvað fólk vill gera. Ég meina, Framsóknarflokkur vill stjórna hvað fólk gerir. Hann vill hafa áhrif á það, hann vill að áfengi sé dýrara til þess að færri nota það. Hann vill að nikótín sé dýrara til þess að færri nota það. Meðan við viljum frekar að fólk ráða sig sjálft, taki ákvörðun sjálft hvort það vilji drekka áfengi eða hvort það vilji nota nikótín. Núna á Framsóknarflokkurinn að setja reglur í hvaða lit þetta á að vera og þetta völdu grænan, þannig að þau vilja allir séu með grænan púða og þetta sé allt í sama lit og vilja líka gera þetta dýrara. Það er áróður. Algjör áróður. Þessu Norður með þetta. Þeir eru með alltaf grænt. Allt eins. Þannig að allt verður að vera grænt og ljóð. Mosagrænt, dökkgrænt litur. Norður. Ég er ekki hrifinn af þessu. Það er alveg búið að gera rannsókn núna um að nikótín sé mögulega getur verið hjálplegt á einhverjum sviðum. Voruð búin að segja það? Ekki heilenda hjálpar við að... Já, svona einbindingu og eitthvað svona minni. Reykingar eru ekki góðar, sko. Það þurfum ekki að deila það. Tóbaki og... Nei, það er klálega ekki gott að reykja. Ég var alltaf bara að hugsa sko nikótínpúðana, sko. Já. En já, ég er ekki verið í púðunum. En þú myndi vilja, álverðin held ég myndi vilja bláa bara. Ég myndi velja lit, þá myndi við hafa blátt. Bara eins og vel og frís eða eitthvað. Já, ég skil. Það er sem við vinsla. Fólki vill það sem er blátt. Já. Heyrðu, en hvernig var þetta? Varstu búinn að koma allum, varstu með eitthvað varning hérna líka? Ætluðu að fara að árita peysu eða hvernig var þetta? Já, við erum með varning og ætlum að árita hann og við ætlum að gefa hann. Þetta verður þig. Næs, ég kann að meta. Ég reyndar, já, ég setja hann bara í gólsetti. Býðið på það. Verður maður ekki að hafa þetta svona í settinu eða? Flott, mikla billi.
Þessi er grand, ég kann vel að meta þetta. Það kannski maður bara þarf að byrja að drekka aftur. Já, þessi er geggjaður. Og hvað erum við með það? Bolla. Við erum með buff. Nice. Vandar einhvern veginn ekki með neitt bolla hérna. Komum bollan sko. Nú er alltaf þetta hérna að fara í sölu. Þetta er að fara í sölu líka. Þetta er að fara í sölu líka. Hansson, þetta er ruglu tré. Ruglu tré. Svo er líka að fara í sölu það sem þú vorst í dag. Þetta? Þetta hérna. Bombureki. Já, fuck, þessi er insane, maður. Já, þessi er gæðilegur, sko. Já. Chat, stay tuned. Rugla. Ég býð milljarð í XD pela. Fólk er að... Allt sem er merkt fólkanum fína er flott fyrir mér. Ég er sammála, það er töff, sko. Casino í Perluna. Fun fact, Perlan var originally hönnuð sem casino. Það ekki það? Nei, ég held nú ekki, sko. Ég heyri það, þeir hafa síðan verið byrjað að byggja kasínóna og hafi Ég man alveg eftir því að það voru aðilar áhuga samir að vera með kasínórekstur þar. En sko, það næsta sem við þurfum að fara að gera er að fylgja eftir frumvarpi sem að dómsmálaráðherra var að láta semja sem að býr til lagaramma veðmálastarfsemi og við þurfum aðeins að fara að horfast í augu við það. Við erum með mjög ströng íslensk lög þessa hluti en síðan er bara eitthvað veruleiki hérna úti sem allar að gerast á netinu og fólk er að betta og við þurfum að uppfæra löggjöfuna til nútímans og setja reglur þessa hluti þannig að við viðurkennum það að þú getur ekki drepið svona starfsemi niður með boðum og bönnum endalaust og það er óraunhæft. Og það sýnir sér bara hvernig þetta virkar í dag. Þannig að ég held að frumvarpið sem var verið að semja og átt að koma fram á þessu þingi hafi verið gott skref í rétta átt. Ef að það yrði einhvern tímann komið upp kasínó í Íslandi þá myndi það verða skattlagt mjög ríkulega eins og veðmálastarfsemi alls staðar er og við erum að tala bara ofur skattlagningu í raun og veru á allan hagnað á slíkri starfsemi og mjög strangar reglur aldurstakmörk og slíka hluti en það hefur ekki verið meirihluti fyrir slíku á þinginu til þessa. Ég get alveg séð fyrir mér að það getur verið hægt að hafa mjög strangt regluverk utan slíkt enda er slík starfsemi að eiga sér stað víða í dag og við getum notað skattinn af slíkri starfsemi til þess að styðja við þá sem að hafa leiðst út í veðmálastarfsemi og orðið fyrir skaða því en við getum líka eins og við höfum gert í sögulega látið hagnaðinn af þeirri starfsemi þar að segja skatttekjurnar af þessu fara í mjög góð mál innanlands. Já, bæta innviði. Já, ég meina bara í alls konar lýðheilsumál og íþróttastarf og fleira eins og Lotto er að fara inn í íþróttirnar og styðja við slíka starfsemi. Já, ánægður með þetta svar. Ég sjá að menn vilja alveg leyfa veðmálastarfsemi í Íslandi og leyfa kasínó. Já. Svisararnir hafa ályktað mikið þetta. Já, ég held að ég er þar sko, 100%. Ég held að það verður bara svona, það er aldrei að fara að koma í veg fyrir að fólk
hafi gaman að breyta dollar í 2 sko. Það er aldrei hægt að koma í veg fyrir það. En með því að svona alienata svona mikið, þá býrðu bara til eitthvað monster sko. Þá breytir bara fólki í monster sko. Það var bara, einhverja umgjörð þetta eins og talar En við ætlum að taka smá spurningar henni viðbót. Er það á Herðu, tjá, við ætlum að taka 3 spurningar viðbót. Af hverju farið ekki í ES eða ekki bara eitthvað ESB? Ekki ESB. ESB Já. Ég meina, við höfum ekkert að sækja inn í ESB, við þurfum að semja við þá sjávarútvegsstefnuna okkar og þurfum að fara inn í landbúnaðarkerfið þeirra og það gengur ekki fyrir neitt. Inn í alls konar sameiginleg verkefni sem eru sífellt að stækka og þeim að fjölga og svo gerð krafa að við myndum taka upp sameiginlega gjaldmiðilinn sem að getur verið ákveðin gildra fyrir okkur vegna þess að ef við erum að lenda í einhverju áfalli þegar evrusvæðið ekkert að lenda í neinu áfalli þá höfum við ekki þann möguleika að taka sveiflunni gegnum virði gjaldmiðilsins og þá bara verður hér massíft atvinnuleysi og svo það auðvitað það líka að Evrópusambandið alltaf að þróast meira og meira yfir í einhvers konar sambandsríki og vilja samræma reglur á sífellt fleiri sviðum og sjálfstæðisflokkurinn, hann sjálfstæðisflokkurinn vegna þess að hann barðist fyrir sjálfstæði Íslands og við bara trúum því að okkur farnist best þegar við ráðum okkar eigin landsmálum að mestu sjálf í góðu alþjóðasamstarfi við aðra þjóðir og við erum bara heppin með það að EES-samningurinn hefur reynst okkur mjög vel og það er engin ástæða til þess að skilja við hann þvert á móti, bara byggja á honum og vonast til þess að Evrópusambandinu gangi vel og það mun gagnast okkur vel líka og svo hefur við bara sækja á aðra markaði, Bandaríkin og Asíu og vera útflutningsdrifin þjóð áfram. Mér finnst galið að ykkur myndi vilja fara í ESB. Já, það hefur ekki virkað fyrir neitt. Það hefur ekki virkað fyrir neitt. Það engin grætt að fara í ESB og samt fólk ennþá bara förum í ESB. Já, það besta við Evrópusambandinu er kannski bara það tókst að skapa frið. Það hefur ekki verið stríð. Já, það er enda gott. Það er svona það besta, það er gríðarlega mikilvægt. Já, satt. Það er satt. En við erum svo svona sennilega ekkert í neinni hættu á eitthvað sé að fara eitthvað stríð okkur ef við förum í ESB. Nei, en þú svona efnahagsleg átök geta leitt til á endanum vopnaðra átaka en síðan NATO þetta varnarbandalag sem að mjög mörg Evrópuríki eru líka þáttakendur í. Allavega, við höfum ekkert erindi inn í ESB, þar er meira atvinnuleysi, minni hagvöxtur, alls konar regluverk flækjustig. Ein spurning, 3 áleggstegundir á pítsu. Hvað myndirðu velja? Og ég vil fá að fara á álfunum líka. Já. Þriðdagstilboði. Já, þriðdagstilboði. Ég er ekki neitt eitthvað mjög frumlegur í þessu. Ég hendi pepperoni, setti svartar ólívur og svo get ég sett rjómaost. Þetta er bara heiðarleg pizza, sko. Þetta er gamli skólinn, sko. Klikkar ekki þessi, sko. Það segir alveg. Ég verður að muna það saman, ef maður ekki svartar ólívur, ég með döðlur. Já, döðlur, já. Okay. Já, það er gott, sko. Það er stundum sem ég er í stuði fyrir döðlur en þá er þetta svo konið svo mikið bara döðlupítsu. Að mínum mati svona stundum er ég algjör stuði fyrir það og stundum bara engur stuði fyrir það. Mikið búið að spyrja ananas á pítsu. Ananas á pítsu, já, chatið vil fá að vita það, sko. Ananas á pítsu. Þegar þú veist, þegar fyrstu pítsudagarnir voru á Íslandi, þegar maður var spenntur, ég var actually spenntur fyrir því að keyra niður á Grensásvegi og panta með pítsu á Dominos á Grensásvegi. Þegar það var bara
það var bara moment, það var komin Dominos á Ísland. Já. Og ég meina á þessum tíma, fyrir mjög löngu síðan, þá kom alveg fyrir að ég pantaði ananas og pizza en það er langt síðan ég pantaði ananas og pizza. Já. Mér finnst það skrítið að fá ananas og pizza. Já. Eins og bara eitthvað mistök. Já. Ok. Já. Ég panta bara alveg ananas og pizza sko, en þegar þú segir það alveg mjög langt síðan sko. Já. Ef ég myndi panta á er eiginlega bara, hérna, og það er svo pirraðar eitthvað fólk að segja mig ekki sko. Mótróða kast. Já, við pöntum einhvern veginn að þrefaldan ananas on stream, en það var bara eitthvað joke. Það var fræg pizza þarna á Pizza 67 gamla daga, þegar það var aðstæðurinn, þá var Crazy Bananas, það var bananar á pizza. Bananar á pizza, það getur gengið líka. En ég er alveg svolítið svona ævintýragarð sko. Þegar ég er eitthvað að búa mig til eitthvað munns og ég myndi alveg prófa bananar á pizza alveg. Geti gengið klálega sko. Það hefði ekki smakað það sko, ég myndi gera það. Hvað finnst Bjarna að fá styttu af Kanye West hjá Vesturbæjarlaug? Þú manst þetta þessu máli, þá var endalaust verið að ræða þetta. Já, það var einn gósi þarna. Var einhver atkvæðagreiðsla, svona einhver hverfis, hvað finnst þér eitthvað svona Reykjavíkurborg? Já. Já, einmitt, svo fór eitthvað að safna atkvæðum og svo fekk fólk ekki það sem maður kaus. Já, það var eitthvað gósi þarna sem tók þátt og vann með yfirburðum. Og svo fekk hann ekki að gera það. Já, þetta er náttúrulega skandall, en hann verður bara að fara í frambóð. Það var eins og frambóð í Hafnarfirði sem ætlaði að reisa styttu af Kristjáni Arasyni með svona eitthvað gildan knött sem myndi snúast í höndunum á honum af því að hann var náttúrulega hann bótti að heiti hann í Hafnarfirði og þetta frambóð bauð fram í bæjarstjórnarkosningunum. Þeir voru með fleiri stefnumál, þetta var nokkuð gott stefnumál en þeir náðu ekki árangri og voru ekki langlífir en eitt stefnumál kunni ég ekki við og mér finnst þetta ekkert fyndið hjá þeim. Þeir sögðust alltaf að breyta Garðabæ í bílastæði. Það líst mér ekki vel á. Nei, mér finnst það algjör hörmung sko. Það er glada. En ég sá einhvern tímann hérna í Bakkaflöt að það var búið að breyta faðirvorinu og það stendur eigi leið og oss í Grafavog. Já. Ég var ekki ánægður með það. Já, þetta er listamaður sem að gera þetta. Já. Sumir vilja breyta Garðabænum í bílastæði, aðrir vilja alls ekki enda hann í Grái. Það er ekki allir sem vilja vera á sömu stöðum á þessu landi. Nei, frelsið er best. Frelsið er best. Já, satt. Frelsið er best. Það er gott, ég ætla að setja það í texta bara en ánum, frelsið er best. Álfurinn. Hvað hvað segir þú? Frábært. Slaka til jólanna og svona. Svolítið frelsið og snúsa fram með bjór. Það heitir meira frelsi. Já, meira frelsibjórinn. Já. Býtu... Já. Við erum sérlega á smárikinu á morgun. Tja, það er tilkynning. Þetta er tilkynning ágætis stærð. Það er bjór að fara í sölu sem að SUS er að framleiða og það mun heita meira frelsi og það eru frekar svalar umbúðirnar. Ertu búinn að smakka hérna? Nei. Þannig að það verður taste test jólin. Og er meira frelsi með Mercedes Club unofficial anthem Sjálfstæðisflokksins. Manstu því lagi? Meira frelsi. Ég ætla að spila það. Þetta er gott lag, þetta er hann Barði Benging sem gerði þetta. Já. Og hann er hann að... Þetta var koma á sko... Þetta er alveg smá Sjálfstæðisflokkurinn. Unofficial anthem. Já, ég meina, sko... Það hefði þurft að spyrja mig ef þetta hefði verið official, en það þetta er unofficial. Já, þetta er bara unofficial. Það er ég bara slagur. Já, þetta er bara unofficial, sko. Meira frelsi er lítið. Já,
segja yndislegt. Já, það gott lag. Ertu þú sjálfur? Ég veit. Jú. World War 3. Já, ég held við verðum að taka það mjög alvarlega sem að gerast í heiminum í dag. Mjög alvarlega. Já, bara ástæða til að hafa ágjörð af því sem að gerast í Úkraínu og milli Rússlands og Evrópu og það hafi ekki verið framleitt í allar vopnaverksmiðjur Evrópu eru á fullum yfirsnúningi nú. Af því að öll ríki Evrópu eru að safna vopnum, senda til Úkraínu og vígbúast til þess að geta varist stríði. Þannig að það er ekkert grín sko, að það er mjög alvarlegt ástand í stríðsmálum og öryggis- og varnarmálum. Ég er með eitt svona, eina staðreind sem er svona eitthvað, sem er bara svona, já, random töff staðreind, hvað sem ég vilja kalla það, er að ég var í stúdíó í Guðunisbæ og þetta var svona stærðarinnar rými og ég veit ekki hvort þau hefur farið niður í Guðunis en það er svolítið svona ýkt stór bryggja þarna. Bara hérna í Reykjavík út í Guðunesi? Já, bara. Sem margir alltaf að veiða. Já. Lærði sér að í Marshall-aðstoðinni þá hafi Bandaríkjamenn gefið okkur þetta sem sko áburðarverksmiðjur og sett þessa bryggju sína til þess að þeir getu komið með svona varnarskip, svona sjóherinn og breytti þessu bara í sprengjuverksmiðju á núleitinu. Þetta er svo svipað svona áburðarverksmiðjur og þannig að þeir voru að gefa okkur það en svona smá á þessum tíma alltaf. Ég hef ekki heyrt þetta en það var svona leyndur tilgangur. Já, svona smá leyndur tilgangur sko. Þannig að hvað brotnaði styttan í alvöru frá Zelenski í hraðfréttum? Þetta voru hraðfréttir sem komu með þessa styttu. Ég tók þátt í djókinu með þeim að þetta hefði verið alvöru stytta sko. Þetta var nú bara feika, það ekki fengið í góða heyrðunum eitthvað staðar. Þannig að það voru margir sem ringdu upp á Ríkisútvarpið og ég kom fullt af símtölum í forsætisráðuneytið og með þessu fjármálaráðuneyti. Og fólk var virkilega óánægt með að við höfum verið að brjóta styttu frá Zelenski. Aha! Já, en það var ekki þannig, þetta var fake hlutur. Ég er með annað fakt, aðra staðreind í svona óspurðum fréttum að Zelenski, hann var leikari og fekk innblásturinn að fara í framboð frá Jóni Gnarr. Hefur þú það? Já, hann var leikari og hann var með stand-up og hann var mikið með stand-up meðal annars í Rússlandi. Já, og svo lærði hann að Jón Gnarr hafi farið í borgarstjórann. Já, ég veit að þeir hafa hist og Jón hefur svolítið sagt frá þessu. Já. Það getur vel verið að hann hafi fengið innblástur frá Jóni sko. Ég veit allavega að þeir hafa rætt þessa hluti. Já, allavega heyrði ég það. En hver er uppáhalds íslenski listamaður Bjarna? Já, það er nú ekki alveg einfalt að svara þessu en ég hef alltaf kunnað gríðarlega vel að meta Birgi Andrésson og Kristján Davíðsson líka. Báðir dánir. En það eru margir fleiri. Ég hef mjög gaman að abstrakt list. Já. Það er þó eitthvað eins og Karl Kvaran og Já. Málaralist. En hver er þín skoðun á Stórval? Jú, ég hef gaman að þeim verkum og þessari ástríðu sem að hann hafði. Framleiddi þetta mjög mikið af verkum og þessi Karl Kvaran mynd, þessi þarna mynd sko, hún hangir upp á Landakoti og ég sá hana núna þegar ég var að heimsækja pabba þegar hann lá í leiknumdeildinni, þá sá ég þessa mynd oft þegar ég kom inn á spítalann. Flott mynd. Já, þetta er flott mynd. Ég seldi eins og eitt málverk sem var svona abstrakt.
Í óspurðum fréttum. Já. Jú, ég er nú með myndaði sko, einhvers staðar. Ég ætla að grafa þeim og meðan við tökum eina spurningu upp. Það var svolítið flott, ég seldi á Ethereum og ég seldi á 300 skall í Ethereum. Kíkti síðan á hvað var komið upp í, ég held að það myndi hækka og var alveg bara komið niður í ekki neitt sko. Og ég alveg, þetta er náttúrulega þetta gambúr með þessar rafmyndir. En svo núna er aftur komið upp, þannig að það er komið með þessi aðeins meira núna. Já. Það var ekki á síma. Já, taka eina spurningu viðbót. Til það. Klukkan er orðin rúmlega 11 og sögur herma Benarino Cervello myndlistamann, já. Það er hver fyrir sig. Landsliðsþjálfarspurningin góð. Já, ok, við tökum tvær spurningar viðbót. Hver myndir þú ráða sem næsta landsliðsþjálfara? Ég ætla að giska á að Arnar Gunnlaugsson verði næst ráðandi. Það væri bara gaman að sjá hann spreita sig á þessu verkefni. Ég held reyndar að þetta sé gríðarlega erfitt verkefni. Væntingarnar yfirleitt svona frekar óraunhæfar en við höfum náð alveg mögnuðum árangri oft á tíðum og mér finnst vera stígandi í þessu landsliði. Það hefur gengið í gegnum erfiða tíma en mér finnst vera að myndast þarna kjarni sem er að fara að gera góða hluti. Já, ég er full að trúa þessu líka. Já. Og hvernig finnst þér utanríkisráðherra spurningin? Ekki, fyrir síðan spurningin. Þetta er bara eitthvað hann getur googlað þetta. Þetta er utanríkisráðherra. Hvað gera þeir? Já. Já, íslenski utanríkisráðherrann er eiginlega með 3 hatta. Hann er fyrsta lagi hann ráðherra alþjóðasamvinnu, þannig að þú þarft að vera í öllu svona þróunarsamvinnuverkefnum og fylgjast bæði með þá framlögum til alþjóðastofnana sem eru eins og Sameinuðu þjóðirnar og þar eru alls konar verkefni, World Food Program og það er nú mikið mætt á sumum þessara stofnana til dæmis út af stríðinu á Gaza. Svo er þessi ráðherra með tvíhliða þróunarsamvinnuna. Ég fór til dæmis til Malawi þegar ég var utanríkisráðherra og við munum eftir því. Það var skemmtilegt. Það var geggjað. Ótrúlega upplifun og mjög merkilegt að sjá hvað við höfum gert Íslendingar þar. Síðan er utanríkisráðherrann varnarmálaráðherra, þannig að hann er að fara að hitta varnarmálaráðherra annarra ríkja og það er nú sjaldan sem að það er sami ráðherrann og hann hitti þegar hann fór að hitti þróunarsamvinnu ráðherrana. En hann er að ræða varnarmál og þarf að huga að vörnum Íslands og eiga í samstarfi við aðra þjóðir og NATO er svona kannski fyrirferðarmest í því samstarfi en þetta er líka að breytast af því að Norðurlöndin eru öll komin inn í NATO og baltnesku ríkin eru þar inni líka og Bretar vilja eiga í samtali við okkur. Og svo er utanríkisráðherra fer með öll utanríkismálefni ríkisstjórnarinnar og Íslands og er í samskipti við aðra utanríkisráðherra sem sjaldnast eru líka varnarmálaráðherrar, tala nú ekki alþjóða þróunarsamvinnu ráðherrar. Það er allt múlið mann. Já, og sem utanríkisráðherra þá ertu að sækja fundi alþjóða viðskiptamál og já, ferð á fundi hjá Sameinuðu þjóðunum og ert að gera samninga fyrir Íslands hönd hinn margvíslegustu málefni. Fulltrúi Íslands á erlendri grundu, fer stundum með forsetanum í opinberar heimsóknir. Ég fór til Indlands og skrifaði undir fríverslunarsamning sem var mjög gaman að ná að klára. Þannig að utanríkisráðherra hefur marga hatta og þetta er bara mjög mikið verkefni. EES-samningurinn er þar líka og breytingar á honum. Gott svar.
var BB King völlurinn fyrir aftan Samsung skilur hjá þér? Hann oft kallað Bjarna Ben völlurinn. Ég held að segja bara já við þessu. Já, það getur vel verið. Kannski það vegna þess að ég býð þarna við lækinn og völlurinn við lækinn en hann kannski ekki alveg við húsið mitt. Ég veit bara ekki hvernig hann kom til að hann var kallað Bjarni Ben völlurinn. Þú hefur kannski skorað gott mark honum. Þetta svona æfingavöllur sem fyrir aftan Keflavíkurvöllinn. Æfingasvæði. Já. Það er góð punktur hérna, first time in chat, gott first time in chat. Ég vildi að þú safna öllu sem á að koma með eitthvað svona gott í fyrsta skipti sem þið mæta. Leyfa geitinni að fara heim til sín, hann þarf að vakna ferskur á morgun og sækja atkvæðin. Það er bara rétt. Ég ætla bara að þakka þér fyrir koma og blessa streymið. Chat, við setjum XVD, kjósum Sjálfstæðisflokkinn og þökkum Bjarna kærlega fyrir að koma. Hey, það var gaman að vera með. Já, það var virkilega gaman að hafa þig. Já. Jú, við erum bara ekki með það, en við ætlum að gera þessum... Já. Já, við erum með hann. Gefa sannlega bara núna. Ég ætla að vera aðeins lengur. Alright, strákar. Hvernig var mætingin á þetta? Að loka bara. Ok, chat. Þetta var ég á eftir að gefa eitt síma sko. Ég á eftir að gefa síma frá Ray Spin. Ég á eftir að gefa miða frá Ray Spin. Ok, chat. Ég ætla að kveðja ykkur, ég ætla að koma aftur eftir nokkra mínútur, ég ætla að fá mér aðeins að borða okkar og síðan ætla ég að fara að spinna aðeins og ég ætla að kaupa stóra, ég ætla að gefa síma, ekki, komið aftur eftir, gef mér, já, ég er bara að gefa nýjasta iPhone sko, þannig að ég komin aftur eftir 5 mínútur sko.